Sverrir Þór, þjálfari, innilega til hamingju. Hvernig líður? Stórkostlega. Það sama gamla klísjan? Já, bara, mér líður alveg hrikalega vel. Bara, mér ást þetta, ég er bara svo stoltur af þessu liði, hvernig það kom í leikinn og mættu bara í þetta, held áfram, sama hvernig gekk, við náum rönni, missum það niður og það er jafna og við náum aftur 6-8, það er komið einhvern veginn niður í 2 og jafna aftur. Það var bara haldið áfram og ég er bara virkilega ánægður með það, bara sína alvöru karakter, bara í alvöru leik. 2 stúlkur á 19 ári í byrjunarliðinu með stórt hlutverk í bikarúrslitaleik. Þetta er alvöru? Já, og svo komu bara aðrar hrikalega vel inn líka, skilurðu, og hérna að bekknum og yngri stelpur og bara voru að gera virkilega vel og hérna, það er bara, við erum ekki með ábyrgðin á herðunum á 2-3 leikmönnum. Það er, ef einhver er kannski ekki að eiga besta dag í sókn, þá er að koma oft aðrar bara í staðinn og þetta var bara, við erum ótrúlega flott lið. Þetta var rosalega spennandi í lokin? Já, það var það. Þetta var ekkert hérna bara sitjandi rólegu bíðandi eftir að tíminn myndi líða. Það var, hérna, það þurfti að stoppa og urðu nokkur innköst inn og bara þær stóðust þetta, bara kláruðu þetta með sæmd. Það var bara Íslandsmeistaratitilinn. Það eru 2 efstu liðin að mætast í bikarúrslitum. Þurfum við ekki að klára þetta svo í lokin? Já, við byrjum á því að hérna, við settum okkur ákveðið markmið og við erum bara á plani, við erum á góðu plani og við byrjum bara á því að sjá hvað við náum að ná okkur í góða stöðu fyrir úrslitakeppni og svo bara förum við að setja okkur næstu markmið. Takk að kjalla fyrir og til hamingju. Takk fyrir. Það var það næst besti maður leiksins, most valuable player eins og við segjum á körfuboltamáli og þann titil afhendir Guðbjörg Norðfjörð og fyrir valinu var það leikmaður nr. 6 hjá Keflavík, Arena Múren. 26 í þessum leik. The MVP, one and only, how do you feel about the win? I feel great. My teammates and we just did a great job tonight, so I'm very proud of them. You had 26 points, did well. What do you think about your game? I think it was a pretty solid game. My teammates were the one that just kept me up the whole time and never let me, get inside my own head. Exciting last seconds. How do you feel about that? It was definitely a nail biter at the end, but my teammates, we all came together as one, and we knew we needed to get a stop, so that's what we did. So now it's just the big title. Yes, we have to prepare for that. So we'll celebrate tonight, and then we'll get right back to it tomorrow. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Birta Valgerður, yngsta stelpan í liðinu með 11 stig, 3. stiga hæsta konan í liði Keflavíkur. Hvernig er líðan eftir svona leik? Bara geðveikt, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þú hefur nú unnið einhverja bikartitla áður eða ekki með yngri flokkum. Hvað er mikill munur að vinna þann stóra og hina? Ég hef náttúrulega aldrei unnið bikar í svona jöfnum leik, þannig að þetta var miklu skemmtilegra en í yngri flokkunum, sko. Nú ertu 16 ára gömul með svona stórt hlutverk í liðinu. Finnur þú fyrir ábyrgðinni? Nei, alls ekki. Við erum með svo skemmtilegum og bara geðveikum stelpum, þannig að þetta er bara geðveikt skemmtilegt, sko. Virkilega spennandi í lokin. Varstu stressuð? Í lokin aðeins, já, en ég hafði alltaf góða tilfinningu fyrir svo ég vissi alveg að við myndum taka þetta. Þá er það bara næsta skref, leiðin að Íslandsmeistaratitlinum. Þið ætlaði að taka hann eða ekki? Við ætlum allan að reyna. Einilega til hamingju og takk. Takk fyrir. Náttúrulega kvenna, árið 2017, Keflavík.
og hann afhendir Þórdís Anna Kristjánsdóttir, fyrrverandi formaður KKÍ, til fyrirliða Keflavíkur, Erlu Hákonardóttur.